velkomin í Oddvita kappræður Akranes kaupstaðar. Ég heiti Andrea Sigurðardóttir og með mér Sólrún Lilja Ragnarsdóttir og við ætlum að stýra umræðum hér í dag. Akranes eitt stærsta sveitarfélag landsins utan höfuðborgarsvæðisins með 8.000 íbúa. Mikil innviðauppbygging hefur átt sér stað mikil uppbygging á liðnum árum og það verður spennandi að sjá hver framtíðarsýnin meðal frambjóðenda hér í dag. Undanfarin 4 ár hafa Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin farið með meirihluta í bæjarstjórn. Nú eru 5 flokkar í framboði og þaraf eru 2 ný framboð. Já, og nú ætlum við bara að fá frambjóðendur til að kynna sig stuttlega. Við hugsum bara svona stutta kynningu, max 3 mínútur, þar sem gerir svona grein fyrir ykkar áherslum líka. Ég byrja bara á Líf. Já, komið sæl, ég heiti Líf Lárusdóttir og ég oddviti Sjálfstæðisflokksins. Og okkar áherslur í kosningunum í vor að halda áfram að hlúa að okkar innviðum með skýra rekstrar áherslu. Okkur langar að passa upp á það að vera staður þar sem fólk langar að búa á og þar sem fólki líður vel. Og svo ætlum við líka að fara í stórsókn í atvinnumálum og við ætlum ekki að gleyma litlu hlutunum. Bara Ragnar næstur. Já, Ragnar Sæmundsson heiti ég og oddviti Framsóknar Frjálsra Akranesi. Okkar helstu áherslur að halda áfram að hlúa því í öfluga og góða samfélagi sem við búum í. Þar skiptir miklu máli að við þarna höldum áfram sókn í skóla, grunnskóla, leikskólamálum, íþróttamálum. Það mikilvægt að við hlúum að rekstri bæjarins og þarna skiptir höfuðmáli líka sókn í atvinnumálum. Þetta byggist allt á þeim tekjum sem við fáum inn í bæjarsjóð. Jón Guðni. Jón Guðni Guðmundsson heiti ég og oddviti Viðreisnar á Akranesi. Við Viðreisnar á Akranesi erum skipuð framúrtækslunni og metnaðarfullu fólki sem til í að takast á við verkefnin Akranes kaupstaðar. Okkar meginmáli atvinnuuppbygging og við viljum lyfta upp Akranesi og halda utan botninn okkar. Við erum með frábært skólakerfi á Akranesi og við viljum halda því góða starfi áfram og sjá hvað við getum bætt í. Og svo það náttúrulega innviðin og passa upp á innviðin og göturnar og fleira. Það eru forgangsröðin. Líka takast á við skilvirkni og í sveitarfélaginu og svona vera með sýnileika út á við. Já. Bara Sigurður Vopni. Já, ég heiti Sigurður Vopni og oddviti Samfylkingar á Akranesi. Ég hef núna síðustu mánuði verið að feta mín fyrstu fótspor svona í foreldrahlutverkinu og ég að bjóða mig fram með það markmiði að lækka kostnað á barnafjölskyldur, styðja enn betru barnafjölskyldur á Akranesi og hlusta á fólkið, bæta það sem þarf að bæta og sína ábyrgð í rekstri með því að hver króna nýtist sem best í þjónustu við íbúa. Og það Hrafn. Já, Hrafn Björnsson heiti ég, oddviti Miðflokksins á Akranesi. Fá kannski hoppa inn, það var kynnt að þetta væri nýtt framboð, við höfum boðið fram áður, það var árið 2018. En ég kannski byrja á að þakka Morgunblaðinu kærlega fyrir að bjóða okkur hingað í hús. Mér finnst það skemmtilegt og að taka þátt í svona núna öðrum kappræðum þessu sinni í þessari kosningabaráttu. Og ég mjög spenntur fyrir þessu og ég veit að ég get tala fyrir þá sem eru með frambjóðendur mínir upp á Akranesi. Það eru náttúrulega áherslumál Miðflokksins ábyrg fjármálastjórnun, betri stjórnsýsla, það atvinnuuppbygging, það skortur á atvinnumöguleikum á Akranesi. Og það náttúrulega bara leikskólamál, grunnþjónustur og svo náttúrulega eins og Jón nefndi að það eru vegirnir sem þarfnast mikillar umhyggju og það hefur komið á tíma margar hluti á Akranesi og tækifærið núna og tækifærið hjá Miðflokknum. Já, við ætlum einmitt að byrja á því að ræða grunnþjónustuna og kannski fer núna þá öfuga röð og leyfi þér að byrja Hrafn. Það hefur verið mikil uppbygging, það komið nýr og glæsilegu leikskóli sem skilst að Skagamenn séu mjög stoltir af, ýmis íþróttamannvirki og fleira til. Hvað það sem svona út af stendur og hver eru næstu skref? Það alltaf að segja sér sátt í stækkandi samfélagi þá þarf að halda áfram, að halda í takt við fólksfjölgunina. Og ég veit að það á deiliskipulagi og í plönu hjá bæjarstjórn að byggja nýjan grunnskóla og við náttúrulega styðjum það og nýjan leikskóla. Það þarf að bæta við, hvort ég hafi ekki heyrt það daginn það væri ein deild á hvern skóla næstu 5 árum. Þannig að það þarf að styðja við þetta, það þarf að hjálpa starfsfólki á leikskólum, það þarf að hjálpa starfsfólki í grunnskólum að líða vel í vinnunni. Miðflokkurinn mun styðja við það. Varðandi uppbyggingu á mannvirkjum þá komið eitt glæsilegt íþróttahús á landinu
og sýndi sig sannarlega þegar körfuboltinn tók fyrsta tímabilið í bestu deild í 25 ár. Glæsilegt fimleikahús. Það er náttúrulega komið kannski tíma á að bæta aðeins æfingastöður hjá fótboltanum. En eins og við segjum, það mikið íþróttir á Skaganum og ég hlakka til að vinna náið með þeim. Það skilst að það hafi líka verið kallað eftir nýri sundlaug. Sigurður Vopni kannski tekur boltan hérna. Ertu sammála hans sýn eða? Að sjálfsögðu, við þurfum að einblína á innviðin í stækkandi samfélagi. Það er rétt sem að segir, við stöndum fram fyrir þeirra áskorun og þurfum fjölgum eina leikskóladeild ári í næstu 5 árin á Akranesi og við þurfum að fara að huga að undirbúningi á næsta grunnskóla. Innisundlaug hefur mikið verið umræðinni. Við þurfum að móta framtíð íþróttasvæðisins meira. Það er líka margt annað, auðvitað er innisundlaug mjög mikilvæg og sundfélagið skiptir Akranes miklu máli, en við þurfum líka að íhuga íþróttaaðstöðunni, gervigrasvelli og uppbyggingu aðalvellarins á IA. Þannig að það er mjög margt framundan, en að mínum mati þurfum að einblína á þessa grunnþjónustu, skólan okkar, þar sem við höfum verið fyrirmynd. Jón Guðni. Já, ég alveg sammála því. Grunnskólarnir okkar eru fyrirmynd og við þurfum að hugsa að taka utan grunnskólan okkar og leikskólan okkar. Ég hefum frétta utan frá fólki að fastir liðir innan skólana, innkaupaliðir, hafi haldist í sömu peningaupphæðum frá hátt nær 10 ár og þetta þarf að skoða. Það má ekki þrýsta of mikið á skólan að hlaupa hraðar, heldur að reyna að koma peningunum inn í grunnstoðunar okkar. Ragnar? Já, það er búið að nefna hérna mörg atriði, meðal annars grunnskóla. Það var gerð skýrsla 2017 sem miðaði að því að við þyrftum 3. grunnskóla þegar við varum 10.000, við erum 8.500 í dag og því miður er samtalið eða vinnan við 3. grunnskólan ekki hafin. Við vitum það að nýr grunnskóli er ekki byggður á einum vetri, þannig þá vinnu þarf að hefja. Við þurfum að taka samtalið inn í samfélaginu og sérlega inn í skólasamfélaginu, hvernig skóla viljum við sjá. Við þurfum líka alveg að vera óhrættir að taka samtalið. Grundaskóli í dag það rúmlega 700 börn í grundaskóla og við þurfum að þora að tala það hvenær verður skóli stofnun. Stjórnendur í grundaskóla hafa staðið sig gríðarlega vel í að halda þar öflugum skóla. Börnin mín ganga þar í skóla og ég held að sé enginn sem upplifir þetta stofnun en línan getur blörrast auðveldlega. Við höfum komið hérna inn á íþróttamál. Það er mjög mikilvægt og löngu tímabært að við hefjum uppbyggingu á nýrri sundlaug. Öll aðstæða fyrir fótboltan, höllin er sprungin og við þurfum æfingavöll og við þurfum að fara í aðalvöll. Það hefur verið komið hérna inn á 5 deilda leikskóla. Það er raun og veru bara svolítið til þess að halda í þá þörf sem er komið núna. Við erum í raun og veru með ofsetna skóla og bara til þess að mæta þeim markmiðum sem við höfum sett fram að þá þurfum við þessa eina deild. Við þurfum eina deild við leikskólana sem eru núna en við þurfum jafnframt að hefja bygging á nýjum leikskóla. Á Neðri-Skaga. Á Neðri-Skaga. Og það er í plönum og er í skipulagi að þá er skóli við Vesturgötuna á því svæði. Það sem hefur kannski ekki komið fram hérna er uppbygging búsetúra fyrir fatlaða. Það fór á stað íbúðakjarni sem því miður hefur bara verið stopp. Á síðasta kjörtímabili tókum við í gagni nýjan íbúðakjarna og þá hefði ekki komið kjarni inn í 20 ár. Og það segir sjálft að í stækkandi samfélagi þá eykst bara þörfin fyrir þessi úrræði jafnt eins og önnur íbúðaúrræði. Við þurfum líka stór efla atvinnutæki fyrir fatlaða og innviði sem því hentar. Gatnakerfið okkar er gamalt. Þetta er gríðarlegt átak sem við þurfum að fara í. Margar götur orðnar 70 ára gamlar, þannig að það er verkefni sem hefur svolítið setið á hakanum og er svolítið verkefni sem má í raun og veru aldrei stoppa. Því að þetta er alltaf bara, það er götur sem við lögum í dag er orðnar gamlar á morgun. Og kannski áskorur með skilst af svona þeirri fornu sögu að Sementsverksmiðja ríkisins var þarna ekki allar götur steyptar. Jú, það er rétt. Ég fór bara, þegar ég fekk boðum að vera oddviti á samfélkingar, fór ég að skoða hvað hefur verið legið á kjósendum bara síðustu 4 kosningar, bara í viðtölu vísu og annað og 9 af hverjum 10 nefndu götunar. Það er alveg rétt, við þurfum að fara í átak í götunum. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að það komi fram, það hefur verið sett 400 milljónir rúmlega á ári í götunar á Akranesi
En það ekki nóg, við þurfum bara að fara í alvöru átak og líka láta íbúa vita hvaða götur að fara í, hvenær og hafa þetta bara ákveðið áform út næstu árin. Það náttúrulega bara forgangsraða hvaða götur, það eru sumar götur sem eru áberandi verra standi heldur en aðra. Að sjálfsögðu og það er ekki rétt algjörlega og það verið að fara í Kirkjubrautina. Ég ætla að gefa Líf, eftir hverju eru íbúar Skagans að kalla? Já, takk fyrir það. Mér langar að taka undir. Það hefur verið gríðarlega mikil innviða uppbygging á Akranesi síðastliðin ár. Sveitarfélagið hefur fjárfest á ekki svo löngum tíma fyrir 12 milljarða og á ekki löngum tíma heldur erum við að sjá að við erum búin að tvöfalda eignasafn bæjarins. Þannig að það hefur og þetta hafa verið stækkanir á skólabyggingum, ný íþróttamannvirki, en það er alveg rétt og meðan við höfum verið, ef svo má segja, á kafi í þessu, þá á sama tíma hefur farið minna fjármagn í götur, þó við höfum sannarlega verið í gatnagerð líka nýrri, við skulum ekki gleyma því vegna þess að á öllu þessi kjörtímabili þó að það hafi kreftað í rekstri þá höfum við bæði í nýju atvinnukverfi og eins í íbúakverfi innanbæjar verið í stórsókn í nýjum götum af því að það er forsenda fyrir því að við getum skapað ný hverfi, þetta bæði við heimili og fyrirtæki. Hér eru skólar nefndir og ég verð að taka undir, ég er gríðarlega ánægð og stolt af því skólastarfi sem fram fer á Akranesi en ég veit ekki hvort það vitið allir en við erum með mjög hátt hlutfall bæði inn í okkar grunnskólum og leikskólum af menntuðu starfsfólki og þetta er okkar flaggskip í umræðinni. Þannig að við erum mjög ánægð með það. Þið talið jaðarsbakkana, það er rétt, þar þurfum við að horfa svolítið heildstætt og við erum að gera það. Við erum að ákveða bara hvernig jaðarsbakkarnir koma til með að líta út. Sundlaug og svo í rauninni líka fyrir knattspyrnuna, þar sem eru áskoranir. Við erum þarna með höll sem sprungin og aðalvöll sem að þarfnast breytingar á sínu í rauninni yfirlagið, eða já, svo má segja. En það sem að íbúar eru að kalla eftir og það er alveg rétt þegar þú spyrð bara að labbar af næsta manni út í búð, það mun nefna götur og það sem að þótti rosalega skemmtilegt og var kannski að einhverjum tímapunkti þar sem við gátum hreykt okkur verulega af voru steyptu göturnar. Þannig að það er líka svolítið flókið í dag þegar við erum að fara að taka götur. Samhliða því núna þegar við erum í gatna viðgerðum þá erum við að vinna því verkefnum við veitum að því við erum að fara í algjört þegar við erum að fletta upp götum þá erum við að fara í allt sem að þar undir. Þannig að þetta er rosa framkvæmdir. Þetta er rosa framkvæmdir. Þetta hljóma kannski svolítið einfalt. Það þurfa líka að byggja sumstaðar stóðundir hús. Alveg rétt. Þannig að þetta eru reisa framkvæmdir í mörgum götunum. En þess vegna er ég að tala að setja líka áformin út til íbúa. Þannig að við upplýsum íbúa hvaða götur við ætlum í og hvenar. Nákvæmlega. Það hefur verið mikil uppbygging af þessu toga sem við fórum yfir áðan á þessu kjörtímabili og meira þess að inn í síðasta kjörtímabil. Og þetta krefst fjárfestingar og skuldir bæjarfélagsins hafa aukist samhliða, þær voru mjög lágar. Þannig að þessi verkefni sem framundan eru, þær krefist líka fjármagns. Hvernig verður hægt að framkvæma allt þetta sem á að gera og halda fjárhagnum réttu megin við núllið? Byrjum núna bara á, Sigurður. Staða fjárhagsstaða bæjarins er mjög góð þrátt fyrir mikla innviðauppbyggingu og einmitt eins og Líf nefnir 12 milljarðar sem hafa verið settir á síðustu 2 kjörtímabilum. Þá tókum við 4,5 láni, við áttum fyrir rest og núna nýji ársreikningurinn sem var bara að koma út lítur mjög vel út og betur en við gátum vonað. Varðandi fjármagnið þá veit ég líka, þessar kosningar snúast litlu hlutina og þau snúast stóru hlutina. Og ég vil líka alveg horfum í litlu hlutina sem eru mjög mikilvægir. Að við höfum verið að dragast aftur úr þegar kemur á frístundastyrkjum á Akranesi. Hann er í 40.000 krónum, eða 40.000 krónum, við langt á eftir til dæmis Reykjavík. Við í Samfylkingu, ég ætla bara að segja að við viljum tvöfaldan, við viljum fara í 80.000 krónur. Svo vinna er í gangi innan bæjarstjórnar og það er markmiðið að hækka 20% árið fram í 2030. Við viljum hins vegar að þetta gerist hraðar og gerist fyrir öll börn, að þetta væri frá 5 til 18 ára og hlutastyrkur fyrir yngri börn. Mér finnst þetta að vera lítið í samhengi við stóru hlutina sem við erum að tala um, inni sundlaug, uppbyggingu aðalvöllin og svo annað. Og það þarf sjálfsögðu bara að móta sér stefnu í því hvernig við förum að því og núna eins og fjárhagurinn er bara í samfélaginu í dag, hvort innisundlaug sé raunhæf. Við tölum öll innisundlaug, við viljum innisundlaug. Við tölum svolítið enginn hvernig innisundlaug. Viljum við 50 metra innisundlaug? Viljum við djúpa í báða enda að þetta sé alþjóðalaug? Það fer allt eftir hvað hún kostar, hvort við mögulega getum gert á næsta kjörtímabili. Þannig ég vil ekki lofa
risa innisundlaug, en að sjálfsögðu vil ég innisundlaug. Og ég væri líka bara til að heyra frá ykkur, sjáu þið fram á að lofa innisundlaug á næsta kjörtímabili? Já, við kannski komum inn á það bara í leiðinni, en ég ætla að gefa þér orðið, Jón Guðni, hvernig heldur þessi uppbygging áfram og fjármögnun hennar án þess að fjármálin stefni í eitthvað móða? Ég held að við þurfum að skoða bara vel hvar við erum að setja peningan okkar og það mikilvægt að halda uppbyggingun áfram, við erum stækkandi samfélag. Skuldastaðan hefur hins vegar tvöfaldast per íbúa síðustu ár og þó hún hafi lækkað núna eftir síðasta árs uppgjör, þá er mikil sem þarf að gera. Fasteignaskattar hafa hækkað og fólk vill sjá náttúrulega hvað peningarnir þeirra að fara í og ég held að við þurfum að skoða skilvirknina og hvernig við ætlum að koma þessu aðeins hraðar út og eins og bara sýnileiki eins og Vopni var að tala um, bara sýna fólki hvaða götur við ætlum að fara í, hvar við ætlum að fara í uppbyggingu. Já, ég skal hoppa hérna, ég ætla að byrja að svara spurningum innisundlaugana. Ég væri til að geta staðið hér og lofað öllu fögru nýjum skóla og nýjum leikskóla næstu 4 og ný innisundlaug. Varðandi innisundlaugana, hvernig hún útfær, það var náttúrulega frábært að vera með keppnisundlaug, af því við náttúrulega íþróttamaður Akraness síðastliðin ári búin að vera sundmaður. Það var líka frábært að vera með svona buslaug, ef maður getur orðað þannig, eins og í Þorlákshöfn fyrir bara ungbörn, af því það hver ferðið með unga börn í sund, það væri fínt að geta gert það bara í aðspökkuna sem stóru sundlaugin Varðandi, þú komst aðeins inn á það hérna með lánin sem Akraness kaupstaður tók, það var 4,5 milljarðar og svo nokkur mánuðum seinna var tekið 1 milljarð í skammtímalán sömuleiðis. Sem er búið að greiða. Já, það er jákvætt og það var gert náttúrulega bara til að borga laun. Já, og hlakka til að sjá það í ársreikningum sem á eftir að birta, það var líka hann ekki búið að birta. Það er almennt bara hérna í rekstri sveitarfélaga, þá gerist þetta að það þarf líka að passa að sko geta mögulega komið í veg fyrir að svona hluti þurfa að gera. Á síðasta kjörtímabili var gríðarlega innviðauppbygging sem þurfti að fara í, mygla í grundaskóla og bruni í Brekkubæðaskóla og það var engin plástrasettir, heldur alveg framkvæmdir og leki í íþrótuhúsinu Vesturgötu. Þannig að það var alveg framkvæmdir sem þurfti að fara í til að halda grunnþjónustunni. Að taka milljarð, borga hann strax upp, það er ekkert stórmál. Já, eins og ég segi, og hérna fjárhagsstöðuna, því að þú ert að tala um fjárhagsstöðuna, hún er 57% árið 2029. Það er markmiðið og það sýnir það í þessum ársreikningi að það er að fara þangað. Já. 150%, það er rauða flaggið. Við erum langt frá því. Já. Og með önnur sveitarfélög, ef við berum okkur saman við önnur sveitarfélög kringum okkur, þá er staðan mjög góð. Eða allan að minnstakosti fín. Svo ég fá nú aðeins að halda áfram, talandi með þennan ársreikning. Hann er alltaf ekki búið að birta hann en það er búið að koma með fréttatilkynningu að hlutinni stefnu í jákvæða átt. Ég hef ekki séð áður að þessi byrjað að tala að gera fréttaflutningu ársreikningi sem er ekki komin út. Það er oft gert. Þannig ég hlakka til að geta allavega séð hann. Þá er hægt að rýna alvöru í töluna og þá er hægt að sjá hvað er hægt að gera betur. Og ég ætla ekkert að fara að tala gegn því við þurfum ekki að hugsa vel húsnæðin okkar. Það er sjálfsagður hlutur, það er bara grunnþjónusta sem Akraness kaupstaður ber ábyrgð á. En við þurfum samt sem að líka passa að fara vel með peningana og það sem Miðflokkurinn ætlar að kalla eftir er að hafa opið bókhald eins og ríki og sveitarfélög hafa verið að gera til þess að þetta sjá í hvað peningurinn er að fara, í hvaða stofnanir, svo þessi betri yfirsýn yfir þetta fyrir íbúana á Akranesi, að því raun og veru þá er þetta peningarnir okkar sem er að fara í nákvæmlega þessi málefni. Ragnar? Já, kannski ef ég byrja á að bregðast þessu með frístundastyrkinn. Það er náttúrulega gríðarlega ánægjulegt að heyra að Samfylkingin vilji fara í 80.000. Þetta hefur verið eitt af okkar baráttumálum þessu kjörtímabili og Samfylkingin hefur ekki viljað hækka styrkinn þessu kjörtímabili. Þannig það er ánægjulegt. Ég skal bara viðurkenna það, ég er að koma inn með nýjar áherslur og ég að leggja áherslu á að lækka kostnað barnafjölskyldur. En þú ert ekki einn í flokknum og það eru fleiri þarna á eftir sem sitja í bæjarstjórninni í dag og það hefur ekki verið stefna að hækka frístundastyrkinn. En eins og ég segi, það er ánægjulegt. Við höfum lagt áherslu á það að hækka frístundastyrkinn og semja við íþróttafélögunum að hann fylgi launavísitölu í ákveðinn tíma. Og svo vinna er í gangi núna. Sundlaugar og skólabyggingar. Ég lít þannig á að ef við ætlum að vera stækkandi sveitarfélag og ef við ætlum að eflast, þá verðum við að mæta þessum atriðum. Sundlaugar, við nálgast það svolítið hérna í umræðinu eins og sundlaugin sé eitthvað svona lúxus eða bara fyrir sundfélagið. Sundlaug er fyrst og fremst skólabygging, rétt eins og íþróttahúsið. Við förum í íþróttahús, ekki fyrir körfuboltann, heldur fyrst og fremst fyrir skólan. Og með því að mæta með nýja skólabyggingu fyrir skólaíþróttir, þá fáum við frábært körfuboltahús.
og það alveg eins með sundlaug. Ég held að sé öllum ljóst að við erum ekki að byrja á sundlaug í sumar, en við að byrja undirbúningin, við að byrja hönnun, rétt eins og í gangi núna, þar sem við að skoða svæðið og hvar viljum við setja henni sundlaug og við að halda þeirri vinnu áfram. Líf. Tek undir þetta og mér langar aðeins að nefna í sambandi við bókhald bæjarins. Hér nefnt opið bókhald sem nú gleðilegt að segja frá því að sú vinna í fullum gangi og bókhaldið á allra næstu vikum, allavega síðasta lagi mánaðamót á að vera orðið opið á kaupstaðnum, þannig að þegar þetta fyrir loftið þá erum við vonandi farin að horfa á opna bókhald Akraneskaupstaðar og ég tek alveg undir. Þetta auðvitað peningar bæjarbúa og það mjög gott að kjörnir fulltrúar leiti allra leiðir til að hafa sýnileikann sem mestan, eins sem hefur verið nefnt varðandi göturnar. Það alveg rétt að þegar við tökum við núna vor 22 þá blasti við okkur mjög metnaðarfull áætlun framtíðar áform og uppbyggingu. Það snögg kólnar í rauninni í hagkerfinu eins og við þekkjum öll og samhliða því fáum við óvænt verkefni inn. Við höfum ekki slakað neinstæðar á. Við höfum sett ákveðna skjaldborg utan þjónustunum sem við erum að veita í dag sem ég mjög ánægð með að okkur hefur tekist að gera. Samt sem áður með okkar öflugu stjórnendum, forstöðumönnum og starfsfólki höfum við farið í stór átak vegna þess að við vorum að horfa á það að gjöld voru að vaxa umfram tekjur. Það alveg rétt, við þurfum að bæta í tekjur og hér skammtímalán nefnt. Og ég ætla bara að segja, við höfum verið að innleiða sjóstreymisáætlanir og annað þegar við eigum ekki heldur að þurfa að lenda í þannig stöðu. Við eigum að vera búin undir að slíkt geti komið upp á. Þannig að við erum núna með okkar öflugu fjármáladeild að horfa á hvernig við getum í rauninni lært af öllu svona sem kemur upp og það mjög gleðilegt að sjá þann viðsnúning sem að eiga sér staða núna ef við horfum árið fyrra og núna. Það sem að allar okkar lykiltölur að snúast í rétta átt og af því ég gríðarlega stolt. Kannski þessu samhangandi að þá reikna ég með að íbúar hefðu áhuga að vita svona í ljósi svo þess að það áframhaldandi uppbygging, skuldirnar hafa hækkað, álögur á bæjarbúa hafa verið hóflegar, verða þær það áfram eða sjáu þið fyrir ykkur að þær þurfi að hækka. Við bið ykkur að svara bara stuttlega og ég ætla að byrja hérna eftir þér Líf. Takk fyrir það. Við höfum séð að álögur í öllu í því sem hefur verið í gangi síðastliðin ár hafa hækkað. Og ég ætla bara að segja, ég vil að við tökum núna þennan góða árangur og segjum nú ætlum við að lækka. Af því að við vorum með lægstu fasteignagjöld bara á landinu og við höfum hækkað þar í þeim samanburði og við viljum lækka aftur. Ragnar. Já, ég held að við höfum alveg sýnt að á síðasta kjörtímabili þegar við vorum í meirihluta að þá lækkuðum við álagsprósentu fasteignagjalda á móti hækkun fasteignaverðs og lækkuðum þar alveg álögur á íbúa, eitthvað sem hefur ekki viðhaldist á þessu kjörtímabili en við munum sannarlega tryggja það að álögur verði bara í takt við það sem við þurfum og það mikilvægt að við skilum svona árangri til íbúa. Það ekkert eðlilegt að fasteignagjöld hækki 10, 15, 20% ári bara út af hækkun fasteignaverðs. Jón Guðni. Já, nú hefur skattprósentan á síðasta kjörtímabili verið að hækka og bæði á heimilin og atvinnurekendur. Og við viljum fá meira atvinnulíf inn í bæinn og þá verðum við að skoða hvaða álögur. Við viljum lækka þessar álögur þar sem það að koma jákvæðir ársreikningar út og þetta við erum að koma þess út í samfélagið. Já, ég alveg sammála því að við eigum að nýta hverja krónu í að þjónusta við íbúa og ég vil halda aftur á gjaldskrám og veita öfluga þjónustu áfram á Akranesi. Já, ég sammála því að þá þyrfti að fara að endurskoða þetta kerfi og reyna að komast í svona takt við það sem líka að gerast bara í landsmálunum. Fólk að upplifa að það harðara að vera til, það erfiðara að vera til, það erfiðara að greiða lánunum sínum og reikningum. Þannig að það þarf klárlega að fara að endurskoða hvort það sé ekki hægt að skera eitthvað aðeins niður í þessum hlutum. Að þessu sögðu þá vindum við okkur í örstutt auglýsingahlé en við verðum hér aftur eftir augnablik. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntuð málið á samsungmobile.is. Þú færð alvöru verkfæri hjá verkfærasölunni. Reykjavík, Kópavogi, Akureyri og Reykjanesbæ. Verkfærasalan. Átt þú eftir að skrá kílómetrastöðuna? Þú getur skráð hana í Ólís OB appinu sem sér restina fyrir þig. Ólís. Þú færð saltvatspottana frá Master Spas hjá Ofnasmiðju Reykjavíkur, Vagnhöfða 11.
Já, verið velkomin aftur. Nú ætlum við að vinda okkur í atvinnu, svona uppbyggingu og framtíðarsýn. Og það svona spurningu, það hefur töluvert verið fjárfest í svona atvinnuhúsnæði rétt fyrir utan bæinn á svokölluðum grænum iðngörðum í Flóahverfi. Hvernig svona sjáu þið fyrir ykkur framhaldið á því svæði og með það til dæmis? Ef bara Líf byrjar. Já, eins og ég sagði áðan, við höfum á þessu kjörtímabili verið í mikilli gatnagerð fyrir svo kallað iðnaðarsvæði okkar rétt fyrir utan þéttbýlið sem að gengur undir nafninu grænir iðngarðar. Og þar höfum við, sjáum við alveg að við þurfum að keyra og svona þrýsta á enn frekar innviði eins og vatn og rafmagn sem að há okkur. Og þar þurfum við áfram í miklu samtali að bara fá raunhæft plan þannig að við getum með þessum fyrirtæki sem við viljum sækja því við erum annars vegar kannski að horfa á fyrirtæki sem eru í bænum og vilja eða horfa til þess í nánustu framtíð að færa sig set en við erum ekkert síður að horfa á ný fyrirtæki og fyrirtæki sem við vitum að eru mögulega að horfa sér til hreyfings til dæmis á höfuðborgarsvæðinu að við getum verið spennandi valkostur sem tekur á móti slíkum fyrirtækjum. Mér finnst þetta iðnaðarsvæði okkar okkur verðmætt og einn angi af atvinnulífinu en mér finnst líka mikilvægt að við tölum aðeins ferðaþjónustuna sem algjörlega óskrifað blað og minn listi núna leggur mikla áherslu á það að við bara hreinlega komum okkur bara á spjöldsögunar hvað þetta varðar. Við erum nánast ósýnileg, við eigum allan þennan iðnað eftir og þið voru að tala litlu málin og það sem að íbúar nefna í sínum samtölum. Það líka bara meira líf í miðbænum, meiri verslun og þjónusta og þetta eitthvað sem ferðaþjónustan mun keyra upp. Þannig að við ætlum að fara í stórsókn í ferðaþjónustu. Þannig að ferðaþjónusta, þar þurfum við bara að koma okkur á kortið og ætlum að gera. Og svo að hlúa þessum fyrirtækjum sem eru í bænum okkar því við erum með frábær fyrirtæki hjá okkur í dag sem við þurfum að vera í stöðu og samtali við og það spila líka inn í þessu innviðir þar sem við megum hvergi slaka á, þá ég að tala vatn og rafmagn. En hvernig, talar að efla þetta með ferðaþjónustuna, hvernig til dæmis sjáu þið það fyrir ykkur Jón Guðni? Við viljum auðvitað efla ferðaþjónustuna. Það atvinnuvegur sem að gefur í kassan og dregur fólk að og lyftur upp miðbænum. Við viljum lyfta upp Akranesi og það mikilvægt að horfa líka á bara heildina og eins og Líf var að tala að við þurfum að eiga samtalið við bara atvinnugeirann í bænum, sjá hvað þeir vilja, hvernig viljið þeir koma að þessu. Við erum búin að vera að hækka fasteignagjöld á fyrirtæki, þarf að lækka það eða vilja þeir fá eitthvað annað frá okkur, eitthvað meira til uppbyggingar. Við verðum líka að fara og skoða bara markaðsett okkur, reyna að finna aðila í nærsveitum eins og bara við erum með hærri prósentu heldur en Mosfellsbær í fasteignagjöldum. Það fýsilegt til að reyna að fá, til að reyna að laða að eða þurfum við að skoða bara hvað vill atvinnugeirinn? Ragnar, hvernig sjá þið fyrir ykkur svona áframhaldandi atvinnu uppbyggingu í sveitarfélaginu? Ég held að svona megin verkefni sveitarstjórnar á hverjum tíma að skapa tækifæri. Ef við horfum á til dæmis Flóahverfið, grænu iðngarðana, þá það gott dæmi. Þar erum við að koma inn með lóðir en líkt og hefur verið komið inn á hérna, þá þurfum við líka að vera í stífri hagsmunagæslu til að tryggja að við eigum alltaf nægt vatn, heitt og kalt og rafmagn. Höfnin annað gott dæmi þar sem við erum að tryggja það sem við erum að skapa tækifæri. Á síðasta kjörtímabili þá fór af stað stækkun höfnina sem sjáum fyrir endan núna og það mjög auðvelt að keyra höfnina og segja það ekkert líf á höfninni, af hverju erum við að stækka höfnina? Við verðum líka að þora að horfa til áratuga og árhundruða. Hafnir ekki byggðar til áratuga, það eru byggðar til árhundruða. Tækifærin eru kannski ekki að banka upp á höfninni í dag en þau munu koma. Við erum líka í skipulagsvinnu við höfnina til að stækka landfyllingu, til þess að skapa tækifæri fyrir landvinnslu, fiskiðjuver og það eru svona atriði sem við þurfum að vera í. En við þurfum líka á sama tíma að vera bara í mjög stífri söluherferð. Við þurfum að vera að selja bæinn okkar og þá helst þetta allt í hendur. Í dag skiptir líka gríðarlegu máli bara hvernig samfélagi fyrirtæki að koma inn í og þá skipta allir innviði máli. Þannig þetta helst allt í hendur og endanum það þetta sem tryggjar okkur velferðina. Það bara tekjur inn til þess að við getum farið út og haldið áfram uppbyggingu og tryggt velferð íbúa. Sigurður Vopni, komstum inn á hafnarsvæðið. Hvernig getur Akranes orðið aftur sjávarútvegsbær?
Ég ætla að taka undir með Ragga einmitt að það mjög mikilvægt að horfa til framtíðar þegar kemur að höfninni. Við þurfum að byggja upp athafnasvæði á höfninni, líka með ferðaþjónustu ef við viljum að skemmtiferðaskip komi að höfninni á Akranesi. Og það bara fullt af tækifærum í hafsækni starfsemi í dag, bæði tengt ferðaþjónustu og bara einmitt það sem var áður lífvæðin á Akranesi. En mér langar líka að taka undir með vatnið og orkuna, eins og við ræddum núna bara á föstudaginn, að þá held ég að fyrsta og mikilvægasta skrefið fyrir næstu bæjarstjórn varðandi atvinnumálin ætti að vera að fylgja því eftir að Veitur og Landsnet setja okkur loksins á stað. Við erum búin að vera á framkvæmdaáætlun hjá Landsnet núna undanfarin ár og Veitur er með eyrnamerktan pening í verkefnið. Við þurfum meira vatn og meira orku til ákveðin atvinnustarfsemi og uppbygging getur átt sér stað á Akranesi. Við erum búin að okkar málum. Já, við erum búin að fá ræða aðeins með grænu iðgarðana og það frábært starf sem í gangi þar og allt svoleiðis. Ég held við getum svona alveg viðurkennt það að þetta hefur ekki gengið eftir óskum, þetta svæði. Það eru mjög metnaðarfullar kröfur og reglur fyrir fyrirtæki þarna sem gott og blessað og bara mjög mikilvægt svo sem þegar kemur að umhverfismálum. En við þurfum líka að okkur sér raunsæk fyrir fyrirtæki því það sem ég hefur að fara á bara atvinnulíf og fólki sem vill fara í uppbyggingu þarna að það ekki raunsægar kröfur og mér finnst alveg allt í lagi að endurskoða þær eða kíkja hvort það sé eitthvað sem við getum bætt og lagað á því svæði. Hrafn, talar hafa raunhæfa kröfur, hvað sæðu þið fyrir ykkur til þess að væri hægt að draga úr kröfum? Nei, sko, það sem ég tala að því að hafa nefnt það sé búið að eyrnamerka pening til þess að tryggja okkur heitt og kalt vatn. Ja, kalt vatn í þessu tilfelli. Og það verið að leita eftir heitu vatni núna beint fyrir fram húsið mitt með tilheyrandi gleði fyrir íbúar á jarðsbrautinni. Og það sem ég að kalla eftir raun og að það sé bara tryggt að því við erum með mann í stjórn Orkuveituna bara fyrir hönd sveitarfélagsins að við pössum að sé nóg kalt vatn í boði á Akranesi. Það var skrúa fyrir þrýstingin þegar loðna var, sem ég bara frábært að loðnan hafi komið aftur inn á Akranes, störf sem sköpuðust í það og þetta þurfum við að reyna að fá þessi stórfyrirtæki sem eru með þessar veiðar til að koma aftur. Og ef við fáum einhverja öðruvísi, til dæmis eins og hvalaskoðun, það bara frábært. Það endalaust á hvölum í Faxaflóanum bara rétt fyrir utan. Við þurfum að finna og sækja hvernig við getum fengið þessi fyrirtæki. Þetta eitt fallegasti staðurinn á Akranesi breiðin, endalaust tækifærum. En það ekkert verið að nýta það almennilega og okkur langar til að finna þessi tækifæri og hlökkum til að vinna með þeim sem eru með sömu hugleiðingar að gera þetta raunhæft að þetta algjörlega ósnertur marka á Akranesi. Þetta bara vantar og það verið að kalla eftir þessu og það bara fleiri atvinnutækifæri sem skapast í kringu þetta. Og varðandi Flóahverfið þá finnst mér við hefum talað svolítið fyrir því í framboðinu hjá okkur að byrja með svokallaðan tækniklassa sem myndi þá þjónusta stóru iðnaðarsvæðin sem eru bara rétt fyrir utan okkur í Hvalfjarðarsveitinni á Grundtanga og þar getum við fengið fyrirtæki sem eru nú þegar að þjónusta þessi fyrirtæki á Grundtanganum til að koma og vera kannski hjá okkur með lítil útibú eða lítil skrifstofhúsnæði og fá mögulega starfsmenn sem búa á Akranesi til þess að byrja þar því að sumir vilja einfaldlega bara vinna nær heima hjá sér. Það vilja ekkert allir vera að keyra í 40 mínútur aðra leiðina til Reykjavíkur eða kannski lengra. Þannig við þurfum að finna þessi tækifæri því að tækifærin eru til staðar. Það þarf bara einhver að grípa þau. Einmitt. Já, nú hefur náttúrulega verið byggt upp frumkvöðlasetur á breiðinni en kannski uppbygging ekki hafin á þessu svæði. Hvað svona það sem stendur helst kannski í vegi fyrir þeirri uppbyggingu? Á breiðinni? Já. Við viljum fara bara í samtali áfram með uppbyggingu á breiðinni, hvernig sem það verður, en við erum tilbúin í það samtal. Mér langar líka að nefna svona í þessu öllu saman að það hótel að fara að koma að Akranesi og það eru fullt af tækifæri sem tengjast því. Auðvitað það ekki starf okkar að reka ferðaþjónustu á Akranesi en við getum greitt götuna, við getum verið með kynningarstarf eins og við komum fram hjálpaðum að koma að stað og það alls konar hliðarþjónustu sem kemur líka út frá hóteli og mögulega bara fleiri hótel og það væri náttúrulega bara frábært en varðandi breiðina þá erum við til í samtalið að skoða hvernig við byggjum það svæði upp áfram og við erum alveg tilbúin í það samtal. Ragnar, hvernig sjáu þið það fyrir ykkur? Við höfum verið í samtali við Brim sem stærsti eigandi af breiðinni, stærsti lóðeigandi. Brim á rúmlega 70% af því landi sem þarna á móti bænum og svo einstaka eigandum og við höfum verið í því samtali og ég sé ekkert annað en það samtal haldi bara áfram. Það hins vegar gríðarlega mikilvægt að við tryggjum hagsmuni hafnarinnar, að við séum ekki að þrengja að henni því eins og ég sagði áðan, við þurfum að hugsa höfn til árhundruða og tækifæri í dag getur verið hindrun á morgun, þannig við þurfum að passa þessa línu. Mér langar aðeins að koma aftur inn á ferðaþjónustu.
Við sjáum það bara ef við skoðum til dæmis bara útsvari hjá okkur. Þá útsvar af ferðaþjónustu á milli 1 og 2%. Men við sjáum bara sveitarfélögin eins og Hafnarfjörður er 10-13%. Þannig að það gríðarleg sóknartækifæri þarna til þess að sækja fram og við höfum, ég held að sé allir samfærin það sem búa á Akranesi að það hvergi betra að vera og þannig gríðarlega fallegt umhverfi, þannig við höfum mikið að sækja þar og ég held að þarna, tækifærin eru bara á Akranesi, kannski endaði þannig bara. En mér langar að taka undir með Breiðasvæðið að við þurfum að horfa á þetta út frá augum íbúa, fyrst og fremst og í öllum okkar málum. Sjáu þið fyrir ykkur Kapp-skaginn sem áður var skaginn 3X og mikið áfall fyrir bæjarfélagið þegar það félag fór í þrot. Kapp-skaginn kannski aðeins minna fyrirtæki en þetta var. Gæti þessi starfsemi útvíkkast samhliða uppbyggingu á breiðinni eða sjáu þið fyrir ykkur það vera að þrengja of að eitthvað sem vil grípa orðið? Ég held það bara klárlega. Ég held að þarna því miður sjáum við bara í þessum geira, í þessum tæknigeira, að þá hefur hann bara ekki náð þeirri stærð sem hann var fyrir COVID. En það var gríðarlega, við vorum gríðarlega heppin þegar Kapp kemur inn. Það var mikið áfall fyrir samfélagið þegar Bater, skaginn, fyrir á hausinn og það þurfti mikið átak og margir öflugir heimamenn sem komu að því og náðu að endurreisa fyrirtækið. Og auðvitað höfum þær væntingar að fyrirtæki nái bara fyrri stærð og verði öflugra. En markaðurinn þannig, hann ennþá rétt úr kútnum eftir COVID, bara heimsmarkaðurinn þessi, en við sjáum gríðarleg tækifæri þarna. Og ég held við sem öll sammála það er fullt af tækifærum á Akranesi, einmitt á þessu svæði og líka bara allt í kringum okkur, upp í Flóa og við þurfum að nýta hvert einasta tækifæri. Og svo getum við alveg talað það hefur mikil vinna verið farið í hjá bæjarstjórn í að finna tækifærin og reyna að greiða götuna fyrir fyrirtæki. Kannski fæ að hoppa inn bara með þetta fyrirtæki, það þarf bara að fara til dæmis og tala við þá. Hvað þurfum við að gera, hvað getum við gert til þess að hjálpa ykkur að stækka? Að þetta var eitt stærsta fyrirtæki á Akranesi og bara stolt margra íbúa sem voru að vinna þarna og þetta bara eins og við erum búin að kalla eftir, það að bara tala við fólkið, af því að það fólkið sem skiptir máli. Ég held að góður kaffibolli með atvinnurekendum á Akranesi verði seint vanmetinn og að því að hótel eru hér nefnd þá ég nokkuð viss það að þegar það kemur hótel á Akranes þá koma 3 vegna þess að við erum í ótrúlega spennandi við náttúrulega vorum að ganga frá sölu á Landsbankahúsinu á besta stað við Akratorgið þar sem áformað að reisa hótel. Svo erum við líka í viðræðum hótel á Höfninni. Það hefur hér verið nefnt hótel á Breiðinni sem getur náttúrulega skapað sér einstaka sérstöðu. Þannig að ég alveg viss það að við erum komið mjög langt á veg. Ég samt sammála punkturinn sem kom áðan með uppbyggingu á Breiðasvæðinu að það má ekki þrengja á Höfninni. Að þá endum við bara í sama pakka sem með Sund og Höfn hérna í bænum. Fólki sem býr þar í kring óánægt með hávaðann sem kemur frá Hafnarsvæði þegar það vinna. Þannig við þurfum að passa líka að eins og hann Ragnar nefni þetta miklu lengri áætlun heldur en bara 1-2 ár. Við þurfum að hugsa fyrir framtíðina. Og ég held líka að lífið kannski líka kom inn á að með hótelinir í miðbæ að það er bara fullt af tækifærum í Akranesi verið lifandi bær allt árið kring. Við viljum á Akranesi horfa það líka að það sé menningarhús. Við erum stærsta sveitarfélag á Vesturlandi og það bara fordæmi það að eins og núna Sauðárkrók að ríkið að koma inn með 900 milljónir í menningarhús þar. Af hverju það ekki, af hverju við ekki fá það á Akranesi? Og stærsta sveitarfélagi á Norðvesturlandi. Stærsta sveitarfélagi og fá menningarhús með alvöru aðstæðu fyrir tónlistarskóla og við eigum alveg að geta fengið það ef aðrir geta fengið það. Ég held að hótelið við Torgið sé svona gott dæmi með mitt tækifæri eins og ég var að nefna áðan. Þetta þarna var Landsbankinn til margra ára, Akranesskaupstað kaupir þetta og ætlaði á sínum tíma að fara þarna með bæjarskrifstofur. Niðurstaðan var svo að húsi hentaði ekki undir það og það hefur verið ýmis starfsemi í því undanfarin ár en húsnæðið hefur líka legið svolítið undir skemmdum. Það tekin ákvörðun í bæjarstjórn að selja það og horfa kannski meira í þau tækifæri sem skapar en endilega verð með hann og það svolítið þannig sem við eigum að starfa. Við eigum ekki endilega vera að horfa í það fáið 10, 20 eða 30 milljónum meira fyrir þetta hús því að þau tækifæri sem að koma inn að fara að skapa okkur margfalt meira virði. Og líka þetta, hvera húsi eins og Landsbankahúsi, þetta hús sem við eigum, mig langar að nefna annað sambærilegt dæmi, sem bragginn okkar á Jaðarsbökkum, sem var íþróttakennslu húsið okkar. Þar erum við að horfa fram á að það sé heilt hús að losna
og þar verðum við að vera tilbúin að horfa og segja og þora og þarna inn til dæmis í þessu tilviki þá förum við og leitum að ekstra aðilum í húsið, fáum inn vörklass og sko því líka lyftistöng fyrir bæinn. Við vorum sjálf að reka okkar eigin líkamsrækt og þetta er eitthvað sem búið að kalla eftir síðan sko ég man eftir þessari umræði þegar ég var 12 ára. Hvort það væri ekki hægt að gera eitthvað betur í líkamsrækt. Þetta var beið eftir þessu sko. Já. Og svo er líka hálfstofa sem kemur inn, en við erum búin að vera rosa mikið í atvinnumálunum og við langar líka að tala um hlutina sem við þarf að bæta tengt fjölskyldum og tengt leikskólanum okkar. Við erum með fyrirmynda leikskóla og grunnskóla, það farið út í þetta kannski eða? Já, ég var svona kannski bara taka orðið sem tengist þessu, bara hvernig einmitt á Akranes að laða fólk að bænum, vilja til að búa í bænum. Já, fólk og fyrirtæki bæði, já. Við gerum það með aukin uppbyggingu og ekki síst líka atvinnuuppbyggingu. Þannig aukum við bæði tekjur bæjarsjóðs og styrkjum innviðin okkar fyrir einmitt að fjölskyldur vilja búa á Akranesi. Við lækkum kostnað á barnafjölskyldur, við hækkum frístundastyrki, aukum systkinaafslætti í leikskólum og það viljum við í samfélkingunni gera. Mér langar líka að taka hvar erum við svolítið að dragast aftur úr á leikskólanum og það er barngildið til að mynda. Það er ákall frá leikskólakennurum að hækka barngildi og við erum eftir á þar. Og við í samfélkingunni ætlum að bara hlusta á leikskólakennara og við ætlum að vera áfram í fyrirmynd í þessum málum og við ætlum að hækka barngildi á leikskólum. Mér langar líka að nefna bara núna útspil samfélkingarinnar sem við höfum ekki komið inn á ennþá. En ég fagna því bara að forysta í landsmálunum sé að leggja áherslu á sveitarfélögin. Og ég held að við séum öll sammála það að það er nokkuð ljóst að þetta tekjulíkan sem Alþingi hefur sett sveitarfélögum í leikskólamálum við að brúa bilið við að frá fæðingarorlofi til leikskóla, það hefur ekki gengið og við þurfum að fá ríkið með okkur í þetta, fá tekjur frá ríkinu og þetta er samspil okkar allavega. Við hljótum öll að vera sammála það að vilja brúa bilið og þetta svona gerum við En eitthvað líkur á það gerist á þessu kjörtímabili, þessar tillögur Már fjármálaráðherra hefur sagt að það eru skammt á við komnar, þetta er ekki fjármálaáætlun. Einmitt skammt á við komnar, en þetta er verið að horfa á þetta til næstu 4 ára, að innleiða næstu 4 árum. Það er enginn að tala við smellu fingri og við erum búin að lögfesta leikskólastig og 4.000 ný störf í leikskólakennurum. Þetta er að sjálfsögðu samvinna, en þetta er leiðin til þess að brúa bilið. Jón Guðni, hvernig sér þú fyrir hvernig líst þér á þetta útspil samfélkingarinnar og hvernig sér þú fyrir þér að laða íbúa og fyrirtæki á Akranes? Við þurfum að halda áfram að halda grunnþjónustunni góðri, eins og skólanir okkar eru frábæri. Það er lagað miða Akranesi þegar ég kom okkar og bara halda utan fólkið, leikskólanir. Það er mikið sem hægt að gera þar og við þurfum að passa upp á starfsfólki okkar og ég er alveg sammála með það að við þurfum að skoða fjölda barna per starfsmann. Við þurfum líka að laða atvinnu, tækifæri og fyrirtæki vegna þess að það gengur kannski ekki til lengdar að við verðum stækkandi samfélag og við erum alltaf að verða meira og meira útkverfi og fólk getur ekki sótt atvinnu inn í bæinn. Hvað er 31/3 sem er að sækja atvinnu suður? Fólk sem talar út á götu talar það að ef það missir atvinnu þá þarf það bara að sækja suður. Þannig að það vantar að taka og tala við atvinnustarfsemina og hvernig getum við byggt upp núverandi atvinnugreinar líka og stækka þær og líka að laða það nýja aðila. Fara í þessa markaðssetningu og bara svolítið markaðsherferð. Ragnar? Já, við höfum svolítið verið að tala þannig eins og atvinnulíf á Akranesi sé bara mjög brothætt. Það er staðreynd að atvinnuleysi á Akranesi er 3%, meðan 7% á landsvísu. Atvinnulíf á Akranesi er mjög öflugt. Við þurfum hins vegar að efla það og við þurfum að fjölga möguleikunum. Það er ákveðnum geirum frekar einhæft. Hvað þurfum við að gera til þess að fá fyrirtæki? Alveg eins og ég hef komið inn á og við höfum komið inn á hér að þá þurfum við byggjast það bara mikið upp á samfélaginu. Hvernig samfélag erum við að byggja upp? Við eigum innviði eins og lóðir, við eigum höfn. Við þurfum að tryggja vatn, við þurfum að tryggja rafmagn. Þetta þarf alltaf að vera til staðar en svo er það bara samfélagi. Og við höfum alla möguleika til þess að setjast niður með aðilum og ná saman. Verðskráin er bara mannanna verk. Gjaldskráin er bara mannanna verk. Þetta er bara það sem við þurfum að setjast niður og semja um. Erum við samkeppnishæf? Já, ég held það. En þurfum við að gera meira, mögulega, og þá setjumst við niður og ræðum við menn. Við sjáum það bara núna áður en þrengir að, bara svolítið í heimsbúskapnum, að þá erum við í samtali við mjög mörg fyrirtæki. Það hafa verið kynntar fjöldin allir af viljayfirlýsingum sem hafa svo svolítið bara verið að gufa upp hver annari núna eftir að bara
vaxtastig og annað hefur hækkað. Það var komið inn á barngildi í leikskólum. Þetta viðvarandi verkefni. Þetta verkefni sem til dæmis á síðasta kjörtímabili þegar fórum á stað með Garðasel, þá ætluðum við að taka svolítið stórt skref. Fjölgunin hefur hins vegar verið bara mun meiri en áætlanir gerir ráð fyrir, þannig við höfum ekki getað tekið þessi skref sem við viljum. En hins vegar ef við ætlum að ná þeim markmiðum sem við höfum sett, þá líka algjörlega ljóst að við verðum að byggja 2 leikskóla. Þetta mikið átak, þetta skiptir miklu máli og þangað stefnum við. Talar að byggja 2 leikskóla en ég menna það þarf líka að manna þá, það ekki? Jú, við erum gríðarlega heppin á Akranesi. Teigasel einn af fáum leikskólum til dæmis á Íslandi sem næri markmiðunum 2/3 faglæra leikskólakennara. Menntunarstig í leikskólum Akranesi mjög hátt. Lengi vel vorum við hæst á landinu. Ég held við séum í öðru eða 3. sæti í dag. Þannig það hefur ekki verið vandamál, síður en svo. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því. Þetta eitthvað bara sem við eigum að vera státt okkur af, sko. Og eigum að vera stolt af. Þvílíkt bara flott framtak hjá Akraness Kaupstað. Það má ekki taka það af þeim. Nei. Við langar líka að taka undir Raggi hérna í byrjun. Þú varst að nefna á Akranesi störfin okkar. Við erum á Akranesi með fullt af fólki sem eru atvinnu og opinberu störfum. Og til dæmis með því að færa heilsugæsluna úr sjúkrahúsinu, þá getum við horft á tækifæri þar í efla starfsemi þess enn frekar með ríkinu. Og svo erum við að horfa á það að það eru 60 ný hjúkrunarrými á dagskrá á Höfða. Og þetta eitthvað sem á að vera klárt 2028 og 2029. Þannig að það fullt af tækifærum líka í opinberu þjónustu Akranesi. Búið að ákveða hvar það verður á Höfða? Það ekki búið að ákveða. Stjórn Höfða að vinna í því. Það búið að teiknað upp eitthvað svolítið sérstaklega það? Hönnunin hafin. Hún hafin, já. Ok. En það bara mjög mikilvægt að þessi þjónusta sé á Akranesi og við séum ekki sækin í aðra landshluta. Því við viljum byggja okkur eigin forsendum og við viljum ekki vera útkværi frá Reykjavík. Nei, sammála því. Hvernig sér þú fyrir þér Hrafna að sé hægt að laða fólk og fyrirtæki? Sko, ég get bara komið dæmisögum bara frá mínu persónulífi. Nú kynntist ég konunni minni fyrir það byrja 5 ára síðan og þegar við vorum að byrja saman þá tók hún ekki mál að flytja til Reykjavíkur. Svo seinni tíðir byrjar átta mig á því af hverju og við viljum náttúrulega alls ekki Akranes fara í sama pakka og þessa þéttingastefna og hérna í Reykjavík af því að fólk vill vera nálægt náttúrunni. Þú veist, ég horfi Faxaflóann þegar ég vakna og fæ mér kaffibolla á mótnana. Ég 3 mínútur að fara upp í skógrækt og labba þar bara innan við trén. Þetta það sem við viljum. Við erum bara alin upp við að viljum bara vera meira frjáls og meira frelsi. Og þetta eitthvað sem Akranes getur státað sig á. Við þurfum að passa að uppbyggingin fari ekki í þéttingastefnu af því það engin köllun eftir því. Líf, hvað myndir þú sjá fyrir að það ætla að gera á næsta kjörtímabili svona til að kannski laða fólk og fyrirtæki enn frekar að bænum? Sko ég held að margir bara góði punktar sem hér hafa komið fram. Við þurfum að halda áfram í okkar með uppbyggingu. Við þurfum líka, þegar hér nefnt að brúa bilið, þar finnst mér til dæmis að við verðum og við munum setja það hjá okkur á dagskrá að fjölga valkostum þeirra foreldra sem standa frammi fyrir því að vera einmitt að brúa bilið. Við erum komin núna í 15 mánuðir, við erum að taka inn börn 15 mánuða inn á leikskóla. En það samt núna í barn með október, 6 mánuða, þú veist, hann ekki að fara inn fyrir næsta ári. Akkurat. Hann ekki 15 mánuða. Nei, akkurat. En þú veist, þannig að við erum í rauninni að horfa á hvað getum við líka gert meira. Og í byrjun þessu kjörtímabils þá hækkuðum við verulega niðurgreiðslur til foreldrar sem voru með börn hjá dagforeldrum. Við viljum setja það sem raunhæfan valkost fyrir foreldra að fá heimgreiðslur til að brúa ákveðið bil. Þannig að við munum setja það á oddinn hjá okkur. Varðandi heimgreiðslunar, að það náttúrulega bara ákveðin plástur að bjóða foreldrum heimgreiðslur í staðinn fyrir að brúa virkilega bilið með því að tryggja fjármagn milli ríkis og sveitarfélaga. Ég held að það geta alveg tekið undir það en við þurfum auðvitað að horfa á stöðunni eins og hún í dag. Ég vona að við séum að sjá hérna fjármagn þannig að við sveitarfélögin getur raunverulega að brúa bilið fyrr en eftir 4 ár sko. Þannig ég hugsa hvað gerum við í millitíðinni. Sumum sveitarfélögum hefur nú tekist að gera þetta án lagasetningar að laga þetta. Það ekki eitthvað sem að væri hægt að gera. En bara með heimgreiðslunar, þetta ákveðin plástur og svo þau eru yfir hana þá það þarf eitthvað að vera klárt. Við þurfum að halda áfram, ekki taka peningana úr leikskólakerfinu í heimgreiðslur heldur en við stöndum fram fyrir áskorun og þurfum að byggja. Þetta getur samt skipt bara fjölskyldufólks miklu máli þótt að tímabundnar aðgerðir til dæmis meðan að vera að stækka leikskóla. Ég alveg til í að skoða tímabundnar aðgerðir þangað til við náum brúa bilið en þetta einmitt eins og segir tímabundnar aðgerðir, þetta plástur. Þetta eru valkostir. Ég held að við sem höfum verið í sveitarstjórnarmálum erum kannski líka ekki alveg að treysta svona loforðum sem koma fram. Við getum séð bara vanfjármögnun í málaflokk fatlaðra.
uppsafnaður halli á málaflokki fatlaðra til þess að Akranesi er rúmlega 500 milljónir. Það sem ríkið ekki að koma að með þá samninga eða greiða fullu fyrir þá samninga og þær kröfur sem við þurfum að uppfylla. Sem þeim ber lögbundin skylda. Þannig að ég held að það er gríðarlega ánægjulegt ef að ríkið kemur á borðinu og við tökum þetta samtal. Ég held að stefni allir að 12 mánuðum, það vilja allir brúa þetta bil. Ég tek undir að heimgreiðslur geta verið tímabundið af því við vitum það alveg að við byggjum ekki upp 2 leikskóla á 1 ári eða 2 árum og ekki eins og 4 árum. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 og í öllum verslunum Bíkó. Bílrúður, bílrúðuskipti og bílrúðu viðgerðir. Við hjá Poulsen skiptum eða gerum við framrúðuna fyrir þig. Bókaðu tíma hjá poulsen.is. Þetta eru 2 farsímar, netið, ótrúlega mikið af sjónvarpsþáttum og barnaefni sko. Þú getur meira með símanum. Herragarðurinn klæðir þig vel. Yfir í annað. Það hefur verið löng hefð fyrir því að ráða bæjarstjóra til starfa í bænum. Nú hefur Haraldur Benediktsson hvatt það hlutverk og mér langar bara svona örstutt að ganga á línuna og bara fá mjög stutt svör frá ykkur hvort að þið sjáið fyrir ykkur að halda þeirri hefð áfram, ráða bæjarstjóra, eða hvort að hér séu eftir vill oft oddvitar sem hafi metnað til þess að taka þetta starf að sér. Byrjum á þér, Líf. Já, okkar framboð hefur sammælst það að það verði verkefni nýs meirihluta og bæjarstjórnar allar að komast að því hvernig þau velja sinn bæjarstjóra að kosningum loknum. Já, við erum svo sem bara á sama stað. Við höfum verið, ef við horfum á söguna á Akranesi, þá hefur verið hér bara faglega ráðinn bæjarstjóri mjög langt aftur. Það hefur tryggt bara góða samvinnu í bæjarstjórn. Þann tíma sem ég hef sittið í bæjarstjórn, þá held ég þetta sé eitt lykillinn að því bara að allir flokkar vinni saman. Bæjarstjóri er ekki bæjarstjóri eins flokks, heldur allra flokka og bæjarstjóri allra. Og ég held að það sé farsælasta lausnin. Já, mitt, Jón Guðni. Ég er alveg sammála þeir sem hefur komið hérna undan. Við ætlum bara að skoða hvað kemur upp á kjörkossunum og fara að ræða þá við fólk. Við tökum að okkur auðvitað erfið verkefni að svo byrja garði. Já, við viljum að hann verði faglega ráðinn. Ég tek undir þetta og helst að væri ykkur svona með góða, víðamikla reynslu úr bara rekstri almennt og bara rekstraraðili til þess að geta passað að fjárhagurinn sé í lagi eins og ná að vera. Svo langar mig að skjóta einu að. Nú er í þinglegri meðferð þingsályktunartillaga þjóðaratkvæðagreiðslu hugsanlega aðildarviðræður að ESB. Tímasetning þessara atkvæðagreiðslu hefur vakið athygli. Umræðan kemur svolítið ofan í sveitarstjórnarkosningarnar því að við eflaust fundið fyrir því. Þannig að mér langar svona að ganga línu og ég ætla að fara þá í öfuga röð. Ég ætla að biðja ykkur samt að því að tíminn er svona hlaupa frá okkur að segja ekki of löngu máli. Svo hvernig þessi tímasetning hugnast ykkur og hver ykkar afstaða persónulega er til inngöngu í Evrópusambandið? Ég held að það er ekkert nánar að fara út í afstöðu Miðflokksins í þessum málum. Mér finnst þessi tímasetning ekki góð og mitt svar er bara nei. Já, tímasetningin sjálfur sér ég alveg sammála, hún er kannski ekki á besta tíma. En ég er tilbúin að skoða í pakkan og sjá hvað kemur úr því. Ég skal bara alveg viðurkenna það að ég sé alveg fullt af tækifærum við Evrópusambandið. Hins vegar ef að það kemur ljós í pakkanum að í aðildarviðræðunum að það sé verið eitthvað að rýna á auðlindir okkar og svoleiðis, að þá er ég alveg til að skoða það bara ekki Evrópusambandið. Jón Guðni. Tímasetningin með tímasetninguna, ég held að hún sé umdeild en í sambandi við mína skoðun, við viljum skoða í pakkan. Ég vil skoða pakkan vegna þess að ég myndi aldrei kaupa mér hús nema með því bara að taka mynd af henni. Ég myndi alltaf vilja skoða húsið allt og kíkja í pakkan, skulum við segja. Ég held að hljóti allir eru að sammála það að tímasetningin er ekki góð.
Þetta kemur ofan í sveitarstjórnarkosningar eins og nefnir, þingi fyrir sumarfrí, þannig öll umræða áður en við förum þegar kemur atkvæðagreiðslunni verður bara í fjölmiðlum. Menn get ekki eins og komið sér saman það hvort að við séum að hefja viðræður eða halda áfram viðræðum. Menn get ekki komið sér saman það hvort að við séum hvort við getum fengið að kíkja í pakkan eða hvort við fáum bara afhendan eitthvað pakka. Þannig að en hingað til hef ég byggt mínar skoðanir á rökum en ekki tilfinningum og ég hyggst gera það áfram. Var það já eða nei? Ég vil þá að vita hvað þetta er. Skoða pakkan bara? Já, sko, en ég bara ekkert viss það, þú veist, ég tristi þig ekki, erum við að fá að skoða eitthvað pakka eða ekki? Já, þér finnst vanta í rauninni nánari upplýsingar hvað fælst í svarinu. Já, mér finnst bara vanta svolítið vitræna umræðu. Við sjáum bara álitsgjafa sem kom í fjölmiðla og það kemur einn á mánudegi og hér fer allt niður á við ef við göngum ekki inn. Og á þriðjudegi kemur annar og heldur sömu ræðinu bara í öfu átt. Okkur vantar svolítið bara okkur ábyrg og bara eðlilega umræð það bara hvað erum við að kjósa. Sko. Það ætti líka að vera ábyrg þeirra flokka sem að kalla eftir þessu að kynna málefnið með skýrum og góðum hætti því það ekki verið að gera það í dag. Líf? Já, ég get tekið undir margt sem að hér hefur komið fram. Nú einhvern veginn erum við með þjóðina bundna í umræðum sveitarstjórnarstigið og við viljum hafa þannig núna. Svo fyrir við í sumarfrí og margir kannski fegnir að losna við svona pólitíska umræðu en á sama tíma ætlum við í þetta í ágúst þegar fólk búið að vera í fríi og ég hef miklar áhyggjur af tímasetningunni. Mér finnst hún ekki vandlega hugsuð og ég myndi gjarnan vilja að hún væri endurskoðuð. Hvað varðar þetta, kíkja í pakkan, ekki kíkja í pakkan, hefja viðræður. Mér finnst við vera, umræðan einhvern veginn bara hér eða hér sko. Þannig að ég er miklar áhyggjur af því að við sem komum til með að kjósa í ágúst séum ekki með stað eða bara grundvöll til þess að kynna okkur málið þannig við getum kosið í ágúst. Af því að berið þetta fram í saumaklúbbnum hvað eru að fara að kjósa í ágúst. Þú ert á sama stað og Ragnar með það bara vilja meiri upplýsingar. Já, algjörlega. Ég treysti þjóðinni til þess að skoða málið vel. Ég treysti þjóðinni en þjóðin verður að vita hvað hún er að kjósa. Algjörlega. Og ég held að spurningin verði bara einföld og góð. Það er grunnforsenda ef við ætlum að kjósa eitthvað að við vitum hvað við erum að kjósa Næst ætlum við að vinda okkur í að gefa ykkur kost á að spyrja hvert annað. Þannig að þið með núna nokkrum sekúndum hugsa hvern þið viljið spyrja og beina þá spurningu ykkar til mótframbjóðanda. Ég ætla að byrja þér, Sigurður Vopni. Já, herðu. Ég kannski bara fæ að spyrja þig, Hrafn. Hvað er það í rekstrinum sem að þú myndir gera öðruvísi á Akranesi og myndirðu skerða þjónustu á íbúa? Sko, stuttasvar ég myndi ekki skera niður þjónustu á íbúa. En það er hægt að finna leið til dæmis að betrumbætana. Það vantar smá upp á. Og þá get ég til dæmis eins og nefnt appið sem var sett í Akraneskaupstaðar appið. Mér er forvitinn hvað það kostaði því einu notkunarmöguleikinn og því bara klippikortið. Ég sé ekki alveg ástæðuna af hverju við gátum ekki að halda áfram bara með útprentað klippikort sem kostaði talsvert minni pening heldur en appið. Og það er bara þessi hlutir og það er búið að tala litla hluti og þetta eru litli hluti sem allir telja og verða meira og meira. Þannig að það þarf náttúrulega bara að skoða fjármálin nákvæmlega og ef það verður opið bókhald þá er það auðveldara og það er meiri gagnsæi fyrir íbúa til að sjá af hverju erum við að eyða peningum þegar við getum alveg skert þetta bara sjálf. Ragnar, ég ætla að gefa þér boltan yfir til þín. Já, mér langar kannski bara að spyrja Líf. Ég er búin að vera í minni hluta og Líf í meiri hluta og við höfum átt í mjög góða samstarfi. Mér langar bara svolítið að spyrja Líf, sér það eftir ykkur á kjörtímabilinu? Sko, þegar stórt er spurt. Ég get allavega komið með dæmisögu verkefni sem við fórum á stað með og heppnaðist ekki nægilega vel. En við höfum í millitíðinni endurskoðað og þetta er klippikort á gámastöðinni þar sem við tókum í rauninni úr umferð þessi klippikort sem voru bara prentuð og íbúar gátu farið og losa sig við úrgang fyrir eitt klipp. Við ákváðum að taka þetta í rauninni úr sorpgjaldinu undir fasteignagjöldum, en við tókum ákveðna upphæð út og vorum að horfa til þess að íbúar myndu þá mögulega vera undir þeirri tölu að þeir myndu henda minna og í þessari hugmyndafræði hringrásarhagkerfis þeir borga sem henda. Það var hins vegar þannig að íbúar voru mjög óánægðir og báru fyrir sig ákveðin bara ófyrirsjáanleika og vildu fara aftur í sama farið. Þannig að þetta var ákvörðun sem við töldum þessum tíma að vera góð, svona því að mér finnst mikilvægt að nefna eitthvað fysiskt dæmi hlut, þar sem við tókum bara ákvörðun og lagfærðum síðan.
Þannig að þetta kannski hefði mátt vera betur hugsað. En ég held að þetta kjörtímabil hefur verið mjög lærdómsríkt og það ekki síst þessi reynsla sem maður hefur í bakpokanum núna sem kemur til með að styrkja mann á þessu kjörtímabili sem framundan Hrafn Ágúst. Já, það var nú búið að svara spurningunum sem ég ætlaði upphaflega að koma með opið bókhald, en ég er mjög jákvæður að það sé í ferli. Þannig ég ætla svona að hafa nefnt á hann með Skógarlund 42 sem átti að vera sambýli fallara og kannski spurningin mín til þína sem að þú byrjar að nefna þetta á hann. Bara hver raunveruleg stað á þessu verkefni og Akraneskaupstaður samkvæmt tölum sem ég fann á netinu í kringum 50 milljónir og 500.000, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun 70 milljónir. Þannig að það komið með meira en 100 milljónir sem fari í verkefni sem óklárað og lítið svör að finna og fá og hef heyrt kallað eftir því. Þannig getur þú gefið okkur einhverja innsýn inn í þetta mál? Já, sko þetta er félag, óhagnadrifið leigufélag, íbúðakjarni fyrir fatlaða einstaklinga. Verkefni held ég sem að kenna okkur gríðarlega mikið. Þegar við fórum á stað í upphafi þá gagnrýndi ég til dæmis að við værum að semja þarna við einkaaðila inn í þetta kerfi. Í mínum huga þá bara gengur ekki upp óhagnaðardrifið leigufélag rekið af einkaaðilum. Það er eitthvað staðar pottur brotinn í þessu. Staðan sú, þú nefnir hérna Akraneskaupstaður rúmar 50 milljónir. Það er raun og veru lóðin sem við leggjum inn. Gatnagerðargjöldin og lóð, það er ekki beint fjármagn. En staðan núna er raun og veru svo að þetta er bara einhverju limbói á milli verktaka og bankans og HMS. Við raun og veru komum ekki að þessu. Þetta er sett upp þannig að okkar skjólstæðingar verða leigjendur. Þeir eru hins vegar lögum samkvæmt að þá má greiðsluþátttaka þeirra bara vera X og bærinn brúar þá bilið. Og það er raun og veru okkar aðkoma auk þess sem bærinn ætlaði þá að leigja þjónustuíbúð en hann er ekki byggingaraðili eða neitt slíkt. En eru þá þessar 50 milljónir tæpar í lóðum og gatnagerðargjöldum þá tapa fé? Það kemur raun og veru ekki ljós fyrir en bara endaleg niðurstaða næsta á milli. Erum við nokkuð búin að gefa það vonir? Ein spurning á mann. Afsakið. Já, ertu búin að ljúka svarið? Já, ég held að þetta bara svari algjörlega. Þetta er sem sagt, lóð og gatnagerðargjöld er okkar aðkoma. Málið er bara því miður á vondum stað. Ég gagnrýndi þetta bara arlega og menn geta kynnt sér það sem vilja í upphafi og þetta óhagnaðardrifna form, það gengur bara ekki upp nema þá bara með eins og til dæmis Húsið og Brynju sem við höfum átt í mjög góðu samstarfi, bara Öryrkjabandalagið. Jón Guðni. Já, ég vil beina spurningum minni til Ragnars aðeins og mér langar að spyrja út í, það kom grein núna nýlega í sambandi við Hvalfjarðarsveit. Og þar talað að það hefur eitthvað stirðnasambandi milli Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar og ég bara svona að þú ert einn með okkar reynsluboltum í þessu. Hefur þetta verið að gerast á síðustu árum eða er þetta bara nýtilkomið? Nei, sko, ég held að í samstarfi sveitarfélaga, sérstaklega sveitarfélaga sem vinna svona þétt saman, þá auðvitað stirðnar alltaf öðru hverju. Hins vegar eins og þetta er svolítið teiknað upp á kommentakerfum og fjölmiðlum að þá hafi verið hér bara, menn hafi ekki einu sinni talað saman. Við í bæjarstjórn höfum bara átt í mjög góðu sambandi við kjörna fulltrúa í Hvalfjarðarsveit. Við erum í mjög þéttu og góðu samstarfi rekstur Höfða, byggðum upphafi 90-10, byggðasafnið á Görðum, það er sama. Við vorum bara núna fyrr í þessu mánuði að ljúka samningum bókasafn, þar sem Hvalfjarðarsveit er að koma inn í samrekstur með okkur, bara sömu forsendum 90-10 og mér finnst það bara svolítið eitt og sér segja að það er samtal og gott samtal í gangi. En auðvitað er bara hlutverk líka kjörinna fulltrúa, sama hvort þeir séu á Akranesi í Hvalfjarðarsveit, að gæta hagsmuna sinna sveitarfélaga. En samtalið er gott og ég hef enga trú öðru en við getum bara látið það vaksa. Líf, loka spurning. Já, ég ætla að beina minni spurningu til hans Jóns Guðna. Mér langar til að vita svona, hvað er það svona helst sem að drífur Viðreisn áfram í framboð á Akranesi? Við bara viljum langa að koma inn með nýja rödd og ferska sýn og bara aðeins að skoða og okkur langar að sjá meiri skilvirkni í grunnkerfunum okkar og það hefur verið svolítið svona, við borgum tiltölulega mikið per íbúa fyrir skrifstofunar og við viljum sjá svolítið auka skilvirknina þar og færa peningin út í grunnþjónustuna. Já, það var svona ein loka spurning og það er bara af hverju eiga kjósendur á Akranesi að treysta ykkur fyrir næsta kjörtímabili og kannski bara byrjar Líf. Já, ég myndi segja við kjósendur setjið X við D fyrir lista sem er fullur af reynslu, óhræddur við breytingar og tilbúinn að koma
Akranesi á þann stað sem hann á sannarlega að vera. Ragnar? Ég held bara að við höfum sýnt það bæði á þessu kjörtímabili og síðasta kjörtímabili að við erum traustsverð. Við höfum stuðlað að og komið að gríðarlegri uppbyggingu hérna og ég held að fólk bara þegar kemur í kjörklefann þá fer það að meta störf og hverju það raunverulega treystir til þess að taka næsta skref. Ég vil endilega biðja fólk að setja X við C og bara við erum mjög drifin áfram, metnaðarfullt fólk og við erum tilbúin að taka erfiðar ákvarðanir og vinna vel fyrir sveitafélagið okkar. Og bara ég vinna sjálfur við að taka erfiðar ákvarðanir og þetta er gott, mikið starf sem maður þarf að gera. Sigur? Já, við í Samfylkingu viljum einfalda daglegt líf fólks. Við viljum leggja áherslu á stuðningu barnafjölskyldur, hlúa fólkinu sem við byggði landið og að hver króna nýtist í þjónustu við íbúa. Við erum að fara að tala um framtíðina og það er fullt af góðum hlutum sem búið að gerast og fullt af hlutum sem við ætlum að bæta. XVS. Já, það sem ég vil biðja fólk að hugsa þegar stendur inn í kjörklefanum hverjir eru óhræddir við að taka erfiðar ákvarðanir, hverjir eru bara stífir og fastir á sínum stefnumálum. Við erum fólk á framboðslistanum sem kemur úr mörgum áttum á atvinnulífinu. Tækifærið núna, tækifærið á Akranesi og við viljum gera Akranes að besta bæjarfélagi á landinu. Já, það nokkuð ljóst að það stefnir í spennandi kosningabaráttu á Akranesi og við munum að sjálfsögðu fylgjast áfram með hérna á mbl.is og Morgunblaðinu sem og í öðrum sveitafélögum. En ég vil bara þakka frambjóðendum fyrir að vera hérna með okkur í dag og bara áhorfendum fyrir samfylgdina.